Ég komin hérna aftur og ætla núna að ræða við nokkra valda starfsmenn hérna á spítalanum, nýsköpun og umbætur í starfseminni. Fyrst eru komin Davíð og Arnar, yfirlæknir hjartalækninga á spítalanum. Velkomin Davíð. Já, takk. Þú ert yfirlæknir á hjartadeildinni sem eina stærri og mikilvægari deildum spítalans og maður myndi halda sem leikmaður að þar væri starfsemin í ansi föstum skorðum. En svo kannski endilega ekki. Jú, hún að mörgu leyti mjög föstum skorðum en það sko gríðarlega mikil dýnamík þar á hverjum degi og hérna mjög mikið að gera og mikil aksjón og við höfum reynt að leggja mikla áherslu á það þrátt fyrir það, þá líður starfsfólkinu mjög vel og við höfum lagt mikið upp úr því að skapa öfluga liðsheild, góðan starfsanda og við leggjum mikið upp úr því að aðstaðan sé góð, aðstaða fyrir sjúklinga, aðstaða fyrir starfsfólk. Við höfum verið vakin og sofin yfir því að við séum með fyrsta flokks tækjabúnað og svo erum við náttúrulega líka mjög opin fyrir að prófa nýja og spennandi tækni. Þannig að við gerum ýmislegt þess að gera hjartadeildina að mjög aðlaðandi vinnustað. Hvaða leiðum hafið þið beitt og hvernig hefur ykkur tekist til? Já, ég held að það mörguleyti tekist vel til og við náttúrulega til þess að gera þetta vel, þá höfum við alla anga úti við að finna fjármagn og við erum vakin og sofin yfir því að reyna að gera hlutina vel og ég held að það skilir sér í mikilli starfsánægju, mikilli framleiðni á hjartadeildinni og ég held að deildin sé mjög vinsæl. En við höfum náttúrulega ekki farið varhluta af þeim vanda sem að steðjar að Landspítalanum og það hefur komið margoft fram hérna í dag að það hefur verið gríðarlegt álag á spítalanum síðustu 2 árin og það hefur náttúrulega leitt til dvínandi starfsánægju og manneklu. Og ég held að við séum komin þangað í dag að við erum á mjög erfiðum stað og hérna það sé alveg gríðarlega mikilvægt að fara strax að snúa sig við með kraftmiklum hætti. Og þið hafið einmitt verið að skoða hvernig sér þú að það væri mögulegt að gera ekki bara á ykkar deild heldur kannski bara spítalanum í heild sinni? Já, ég held að þetta sé stórt verkefni en verkefni sem við getum ekki skorast undan og ég held að það að snúa Landspítalanum til betri vega sé fjölþætt verkefni. En ef við kannski einbeitum okkur aðeins að mannauðnum sem mjög mikilvægur, þá held ég að sé mjög margt sem við getum farið að gera strax. Það er mikið verið að tala álag hérna og við þurfum að leita leiða þess að draga úr álagi. Það náttúrulega algjörlega ljóst. Og Runólfur kom inn á það að færa til verkefni, ég held að það geti hjálpað. Ég held að það sé alveg ofboðslega mikilvægt að reyna að draga úr aðflæðinu að bráðamóttökunni. Ég held sem mikilvægt að reyna að auka fráflæðið og svo náttúrulega mikið talað launakjör og við verðum aðeins að taka launakjör heilbrigðisstarfsmanna til endurskoðunar vegna þess að þau skipta máli. En svo eru margir aðrir þættir sem að skipta mjög miklu máli sem við kannski tölum ekki mikið um. Hlutir eins og starfsaðstaða, starfsöryggi, hvatning, endurgjöf, það að geta haft áhrif á hvernig maður þróast í starfi og það að fá að taka þátt í þróun starfsemi sinnar einingar eða jafnvel sjúkrahússins. Og við getum spurt okkur, erum við að gefa þessum viðbótarþáttum nægilegan gaum og það má kannski deila það og sjálfsagt það misjafnt eftir einingum. En ég held að við getum alveg örugglega gert betur þar. Þið hafið einbeitt ykkur svolítið að þessu á hjartadeildinni að vinna í starfsánægjunni og vinna þétt með starfsfólkinu, að starfsánægjunni. Já, við höfum reynt það og ég held að hérna, ef við horfum til hjartadeildunum og jafnvel til spítalans, þá getum við sagt að Landspítalinn góður spítali og við vitnum þarna í ýmsa árangursvísa og það auðvitað bara gleðilegt. En kannski erum við komin alltaf að þann stað að við þurfum að fara að horfa á Landspítalinn framúrskarandi vinnustaður og það finnst mér mjög áhugavert verkefni að fara í. Klárlega, við komumst ekki lengra Davíð. Þakka þér kærlega fyrir þetta. Gefið Davíð gott klapp.